En þá það ósamstillt forritun, asynchronous programming. En það aftur þetta, hamra svolítið á þessu núna. Það þetta þegar við erum að gera hluti sem taka lengri tíma en bara eiga við minni í vélinn okkar sem tekur ógeðslega hratt. Þá þurfum við að beita öðrum aðferðum en að skrifa bara forrit sem við bara línu fyrir línu bara niður. Og það bara þetta að tímið þegar við erum að vinna við tölvur allt öðruvísi. Að eitthvað taki 100 millisekundur mjög hægt þegar kemur að tölvum. Að kalla, að gera eitthvað, að leggja eitthvað saman í CPU, það talið í nanosekundum, hvað lengi gert. Þannig þá þetta að nota asynchronous eða async forritun til þess að búa til forritun okkar. Og þá þetta hérna, synchronous forrit, þau keyra hérna bara eitthvað, það keyrir í svona langan tíma, þangað til það búið og þá keyrir næstu hlutu og þá síðan forritið búið. Svo getum við verið með 2 þræði, þannig að þá þurfum við að vera með eitthvað svona forrit sem býr til annað forrit sem keyrir á öðrum þræði. Sá þráður keyrir samhliða okkur, þá getum við gert þessa 2 hluti saman. Eða þá getum við verið með svona asynchronous í einum þræði, þar sem við segjum gerðu þetta. Það sett á eitthvað svona hluti, svo event loopuna sem sér þá þetta bókhald, það passa upp á, ok, þetta búið, ok, þetta búið, þarf að láta vita að þetta sé búið og svona, og þá keyrum við þetta svona samhliða. En samt ósamstillt. Þetta íslenska, já. Þegar við erum að gera þetta, þá getum við notað þessi callback eins og við sáum áðan, eða við getum notað promises. Og promises eru hjúpun fyrir gildi sem mun verða til í framtíðinni. Þannig ég segi, viltu lesa þetta skjal af disk og eventually bara fer og gera það fyrir mig og ég fæ tilbaka promise sem eitthvað gildi sem ég get gert eitthvað við. Ég get fært það á milli í forritinu mínu. Ég get hengt á það hvað á að gerast þegar þetta búið eða eitthvað vill að kemur upp úr. Og svo á þeim tímapunkti sem að þessi aðgerð búin að lesa upp þetta skjal, þá promise okkar ekki lengur í vinnslu, heldur það uppfyllt eða lent í vandræðum og var rejected og þá gerist eitthvað við þetta. Þannig að þá staðinn fyrir að vera með einhver föll sem callback sem ég verð að setja inn og þau keyra, þá get ég verið með eitthvað gildi sem einstakt fyrir mig, ekki bara eitthvað svona fall, heldur gildi og ég get gert eitthvað við það. Og þetta gerir sér svona asynchronous forritun auðveldari, af því að vinna með þessi gildi og geta hengt á þau meðhöndlun á þessu, þýðir það að við getum aðskilið í raun villumeðhöndlunina frá lógíkinu okkar sem svona stærsti parturinn sem maður sér í byrjun. Þú þarft ekki að vera með eitthvað svona, gerist eitthvað? Ok, ef það gerist ekki, þá má ég keyra það sem má að gera. Og þetta samt aðeins svona flóknara en þessi callbacks, en samt ekki það fer bara eftir hvað maður vanur svo sem og hvað maður byrjar að nota. Ef maður þekkir callbacks, þá þetta flóknara. Ef maður byrjar á promises, sem við ættum bara að gera, þá var callbacks lítið út fyrir að vera svolítið skrítinn. En þegar við skilgreinum promise, þegar við viljum búa til promise sem við ætlum síðan að uppfylla eða hafna, þá getum við kallað í ákveðin gildi sem eru resolve og reject. Þá þetta resolve segir promiseið var uppfyllt, hér niðurstaðan úr því, reject, promiseið var ekki uppfyllt, hér það sem fór úrskeiðis. Og svo þegar við vinnum með promiseið, þannig að þegar við fáum tilbaka svona promise sem að mun kalla í resolve eða reject á einhverjum tímapunkti, þá hengjum við then við sem tekur þá við einhverju svona callbacki, einhverju fallis sem að mun keyra þegar að resolveið keyrt, eða við hengjum við að catch sem callbacki sem við köllum í þegar kemur upp villa. Þannig að þetta kallast á resolve og then, reject og catch. Og then og catch eru föll á þessu promise gildi sem við erum að vinna með. Og þessi promise eru aftur bara gildi sem við getum tekið og við getum bundið við breytu, við getum notað þessi argument inn í önnur föll, við getum gert eitthvað með það, við getum bætt við then, eða við getum bætt við catch og við getum gert alls konar við þetta og svo einhverju tímapunkti þegar það resolved, þá munu öll then sem eru skilgreind á promisenu keyra og keyra í röð. Þannig hérna dæmi það að búa til promise. Þannig að þá segjum við þetta býr til nýtt promise sem new promise og þetta bara svona core hlutur í JavaScript núna og bara til í process heldur utan þetta promise gildi og við njúum það
og syntaxin hérna svolítið skrítin að því leyti að við segjum new promise og við strax búum til anonymous fallhendinni sem það sem á að gerast. Og það fær inn þetta resolve og reject sem þetta sem að annarkvort resolva ég eða ég rejecta. Við fáum inn þessi hérna föll frá promise smiðnum, þannig að þetta það sem að keyrir. Og inn í þessu hérna falli sem að hérna bodyið af promisein okkar, þar gerum við eitthvað. Þar getum við verið að opna tengingu við gagnagrunn eða kalla í vefþjónustu eða bæði, samtengja einhver gögn, vinna með gögnin og síðan skila einhverjum upplýsingum tilbaka. Og þá þegar við viljum skila einhverjum upplýsingum tilbaka, þá köllum við resolve og allt sem við köllum inn í hérna gögnin sem fara tilbaka. Þannig að sá sem að notar þetta fall frá okkur fær þetta tilbaka. Eða ef eitthvað kemur upp á, þá köllum við reject og þá búum við til error. Það svona, við getum sendt hvað sem þarna inn, en að senda error æskilegt af því að það mun þá innihalda stack trace ásamt villuskilabóðunum sem við skilgreinum í þetta. Þannig að við köllum hérna í future message hi og then console log s. Þannig að það mun segja hérna, þetta mun búa til hérna, asynchronous að því leyti að þetta keyrir með set timeout eftir 2000 millisekundur og þá mun hérna þetta resolva og segja message from future sem kemur þá hi from future. Ef við segjum foo, þá keyrt catch af því að foo hérna sérstaklega rejectað og það keyrir strax. Það býður ekki í 2 sekundur, heldur bara keyrir nákvæmlega strax, en samt ekki nákvæmlega strax, af því að það mun vera sett á event loopuna, forritið okkur mun klára að keyra, þegar það er búið að keyra, þá fyrir event loopan annars hring, tekur við promise resolveinu og keyrir það og skilar því tilbaka. Þannig að við keyrum hérna þennan kóða, segjum það hérna node promise þá fáum við hérna, já ok, við erum að stækka þetta aðeins svo þetta sjáum hvað að gerast hérna, node, núlega promise þannig að það fyrsta sem gerist að errorið mun rejecta þannig að við fengum hérna error nope sem var þá bara þetta hérna, þessi villuskilabóðin okkar hérna nope og út af því að við erum með þetta í error þá fáum við stack traceið hvaðan þetta gerðist. Þannig að þetta gerðist í promise.js línu 8 dálk 31 þannig að það hérna 8 dálk 31 þetta originataði hér nákvæmlega þá fáum við hérna út úr stack traceinu hérna það var kallað í þetta með new promise sem var anonymous fall sem þá í raun þetta hérna fall það var kallað í því í future message sem þetta hérna fall það var kallað í það í object.anonymous sem hérna á línu 16 sem var hérna, þessi hérna lína originataði þetta og það var síðan module compile, object module og þetta hérna er bara node að keyra forritið okkar. Þannig að þarna fáum við bara allan stakkinn fyrir það sem gerðist þegar við vorum að keyra þetta forrit. Þannig ef við segjum bara nope, án þess að segja new error, þá fáum við bara nope. Þá fáum við ekki stack traceið og það getur verið mjög erfitt að debugga þetta ef þetta myndi koma upp bara í einhverjum kóða einhver staðar í module sem við erum að vísa í þá allir bara hættir eitthvað að virka og við fáum bara nope og við erum bara eitthvað en af hverju nope? Þannig að þá er gott að segja new error utanum til að fá stack traceið. En síðan fyrir hittgildið þá kom það 2 sekúndur seinna af því að þetta hérna kláraði strax þetta kom síðan 2 sekúndur seinna og sagði hi from future þannig að þarna var promise resolved og við geta gert eitthvað við þetta hérna við geta sagt þetta á að vera const p eitthvað p then svo getum við búið til eitthvað annað fall sem tekur við p og gerir eitthvað p bætið við eitthvað öðru then eða eitthvað svona þannig að við getum sagt hérna foo tekur við p og segir then s console log aftur s og svona og svo köllum við foo með p sem þá þetta hérna listum þetta, köllum við þetta býðum í 2 sekundur og svo kom hi og svo kom aftur hi from future sem var þá einhver önnur meðhöndlun í einhverju öðru falli sem tók við promise gildin okkar hérna
og sendi það bara á milli og gerði eitthvað við það. Þannig að þetta leyfir okkur að keðja saman svona hluti og vinna með þá á skemmtilegri máta en að vera að kalla callback. Síðan höfum við hjálparföll á promise. Við höfum promise all sem tekur við fylki af promisum og skilar promisi og það promise rejectar ef eitthvert af promisunum í fylkinu rejectar en það mun í raun resolva þegar öll promisin í fylkinu hafa resolvað og skila fylki sem þá í raun 1/1 möppun fyrsta promisið, fyrsta stakið sem fyrsta promisið, fyrsta stakið í resultinu niðurstaðan úr því promisi. Þannig að þá getum við látið marga hluti gerast í einu, þá kallið 10 vefþjónustur í einu og bíða eftir þeim öllum og þá þurfum við ekki að bíða eftir fyrstu vefþjónustunni, fá svar frá henni, bíða eftir næstu vefþjónustunni, fá svar frá henni. Við getum bara sendt þetta allt á stað og tekið svo við þessu öllu tilbaka. Og síðan höfum við promise raise sem tekur aftur fylki af promise og skila promise en skila síðan niðurstöðu úr fyrsta promisinu sem annarkvort resolvað eða rejectað. Þannig að það getur verið ég vil skrifa þetta í gagnagrunn, í töflu eða í gegnum vefþjónustu, mér alveg sama bara svo lengi sem eitthvað af því skrifar og þá getur látið það reisa með promise raise. Síðan promise með eina af 3 stöðum alltaf, það getur verið pending, það verið að bíða eftir því að það fá eitthvað gildi, það ennþá verið að senda á milli, það fulfilled, það búið að kalla í resolve á því eða það rejected, það búið að kalla í reject á því. Og Node hefur stuðning við promises sem gerir það að verkum að við getum notað það til að vinna með asynchronous kóða. Og síðan í útgáfu 8 af Node kom þetta util promisify sem ég nefndi þarna áðan sem leyfir okkur að breyta þessum callback API sem við notum eins og í FS read file sem tók við callbacki yfir í promise API. Þannig að þá getum við notað util promisify, sendum inn í það fallið eins og fs.read file og fáum tilbaka fall sem að skilur okkur promisi í snæðin fyrir að taka við callbacki. Og það út af því að það hægt að búa til eitthvað svona magic, svona föllarninni, út af því að callbackin í Node haga sér alltaf eins. Þau eru alltaf með R og svo data, þau eru alltaf með eitthvað, þetta callback sem alltaf seinast og þannig að það nýtt til þess að búa til þetta fyrir okkur. Þannig að þá getum við búið til async útgáfu, eða async, þetta náttúrulega async en promisified útgáfu af fs read file með því að segja ég ætla að segja util úr Node, ég ætla að segja fs úr Node, ég ætla að búa til nýtt gildi sem read file async sem promisified fs read file og þá í staðin fyrir að kalla í þetta callback sem við erum áðan þá getum við sagt then og cuts Þannig að við losnum við það að vera með þetta if else ef það komur villa þá ykkur villmeðhöndlun annars þetta. Þannig að við getum aðskilið þetta 20 sundur og þetta verður snirtilegra og þægilegra að vinna með þetta. En síðan frá með útgáfu 7.6 hefur Node stutt async og await sem eru syntax sem við getum notað og þetta enn önnur leið til að vinna með svona asynchronous kóða, callbacks, promises og svo async og await og þetta kemur frá C#. Það var Microsoft bjóð til TypeScript og mjög involved í JavaScript communityinu, sagði hei, við erum með C#, við erum að nota async og await í .NET eða .NET Core, það mjög þægilegt, við erum ekki bara portað þessu yfir, það myndi ykkur hópur það og svo bara fór þetta í gegn og tata, við höfum async og await í JavaScript. Og þá erum við að nota þetta await lykilorð til að bíða eftir ykkur promisi. Þannig í staðinn fyrir að segja eitthvað gildi fyrir promise sem við hengjum við á then og inn í then erum við með eitthvað callback sem við gerum eitthvað inn í, þá getum við bara sagt hei, bara hér á að bíða, þannig að má event loopan taka við og halda áfram og þegar þetta búið þá bara átt þú Node að byrja keyrslu aftur frá þessari línu þar sem að awaitið var. Þannig að þetta virkar svona eins og continuation í sumum forritunarmálum að við suspendum keyrslu á forritunum okkar í einhverju ákveðni línu og segjum bara eitthvað, þú mátt fara að gera eitthvað annað. Þegar þetta búið þá máttu byrja eftir að keyra og þá byrjar það aftur með nákvæmlega sama call stack, með nákvæmlega sama scope, með nákvæmlega sama breytur og þú varst í og heldur áfram að keyra. Og það að nota await þýðir að við verðum að merkja að föllin sem nota það séu async. Þannig að þá segjum við að þau föll séu async. Þannig að við segjum async function eitthvað af því að það fall inniheldur einhvers staðar kall
eða notkunina á await keywordinu. Og þetta leyfir okkur þá að skrifa asynchronous kóða sem er eiginlega bara nákvæmlega eins og synchronous kóði. Þannig að við getum lesið forritun okkar línu fyrir línu í gegn og það verður mun auðveldara að færa rök fyrir hvað er að gerast og við erum ekki alltaf að hoppa upp og niður í línunum. Ok, lína 9 kallar í línu 20 sem kallar í línu 1 og eitthvað svona og verður eitthvað svona spagetti fram og tilbaka. Og við þurfum ekki lengur að nota þá cuts, heldur notum við bara try cuts sem bara stöðluð villu meðhöndlun fyrir JavaScript sem ekki að nota promises. Og þetta er allt bara eitthvað svona magic sem maður notar í grunninn promise. Þannig að öll API sem nota promises getur við notað async og await með. Og það út af því að async og await bara svona syntactic sjúkar fyrir promise. Þannig að þetta bara veit okkur svona sigraða, betri, jafnvel hollari aðferð til þess að nota promises. Og út af því að við erum með þessi function sem við þurfum alltaf að hafa function sem nota await og þau þurfum alltaf að vera merkt async. Þannig að við getum aldrei verið með await bara beint í global scope-inu. Þannig að við þurfum alltaf að hafa eitthvað fall. Og það fall sem við köllum í, það mun skila promise og ef það fall feilar, kasta villu, þá þurfum við að vera með cuts á því. Þannig að við sjáum það eftir hérna. Þannig að núna er ég komið með read file async eins og áðan. Ég bý til promisified útgáfu af þessu fs read file. Og ég les skjölin hérna, þannig að nú þarf ég að færa þetta data út fyrir, út af því að þetta hérna getur klikkað og farið hingað. Þannig þá segjum við hérna await read file async data.txt. Þannig að þegar að túlkurinn kemur á þessa línu og keyrir hana, þá verður bara forritun eitthvað svo spendað og meðan að það er farið og keyrt og opnað skjalið. Þegar það er búið, þá er forritun okkar bara vakið upp og það keyrir frá og með þessari línu. Ef það kom upp villa, þá fer hún hérna í cuts. Ef það kom ekki upp villa, þá er data fyllt með gögnunum og við getum síðan hérna kallað í þau og byrt þau gögn eða sett villu meðhöndlunina hérna. Þannig að við getum líka búið bara til föll fyrir ofan, þannig að við getum bara búið til kóða sem við lesum bara línu fyrir línu í gegn og nota try cuts sem þó við séum með villu meðhöndlunina okkar og lógikun okkar saman, þá er miklu þægilega að lesa hérna ef að þetta virkar, þá keyrir það. Annars, þá er cutsið hérna og við höldum áfram. Í staðinn fyrir að vera með þetta í einhverju svona if. En síðan köllum við í þetta main hérna, þannig að við gátum ekki látið þetta hérna liggja bara bert í global scope-inu. Við þurftum að setja þetta í function sem er merkt hérna með async function. Og ef að þetta hérna klikkar, til dæmis ég gerði stafsendingavillu í read file og gerði bara eitthvað vitlaust hérna, þá kemur upp villa þegar að túlkurinn reynir að túlka þessa línu. Sú villa fer hérna í main og ef það er ekkert hérna sem meðhöndlar þá villu, þá legur sú villa bara út og fer bara eitthvað í note og note segir bara eitthvað, wow, það er villa í gangi hérna, það er enginn að grípa hana og ég panika. Þannig að hérna setjum við cuts á þetta hér út af því að async function skila promises. Og villu sem ekki grípnar munu svona fljóta upp og við fáum unhandled promise rejection warning frá node. Við segja bara eitthvað, wow, það komið villa, ég veit ekki hvað gerðist, þú ættir að meðhandla þessa villu, í framtíðinni er líklegt að þetta gerist, muni bara láta node krassa, eða það stoppa bara, af því að forritun okkar er komin í eitthvað undefined state. En við getum búið til svona almenna meðhöndlun á þetta með því að segja unhandled rejection atburð sem á sig til á process, þá getum við sagt process on unhandled rejection, logga þetta eitthvað út. Og þannig ættum við aðeins að logga og debugga að því að forritun okkar aftur er komið í einhverja óskilgreinda stöðu, þá komið upp einhver villa og við getum ekki bara haldið áfram eins og villan hafi gerst, þó svo muni örugglega einhverjum tilfellum vera allt í lagi, en í þeim tilfellum sem ekki í lagi, þá gæti eitthvað katastrófískt gerst. Þannig að við erum með hérna þetta dæmi hérna með Promisify sem við erum með áðan og hvernig það keyrir. Og síðan erum við með að sync og veita því og hérna er eftir búin að setja svona smá hvað er að vera í þessu dæmi. Þegar ég ætla að reyna að taka bara stærra dæmi þetta áður en við hættum. Og hérna er síðan þetta unhandled rejection. Þannig ef við fjarlægjum þetta
og segjum node 04 unhandled og þurfum aftur að loka hérna og stekka þetta aðeins. Þannig hérna ég að kalla í console foo. Console foo ekki til sem falla console, þannig að þarna er villa í raun að segja hey, þú ert að kalla eitthvað fall sem ekki til og það ekkert sem grípur það út af því að sú villa mun í raun koma upp í promisinu hérna, það ekkert catch hér sem mun valda því að node mun kasta þessari hérna löngu stóru fínu villu. Unhandled promise rejection warning, type error, console foo is not a function. Þannig að þetta gerðist hér og þetta var eitthvað hérna originated either by throwing inside of an async function without a catch block, þannig að það sem gerðist, or by rejecting a promise which was not handled with catch. Þannig að þessi villa getur líka komið upp ef við gleymum að setja catch á promiseum okkar. Og svo hérna eitthvað, þetta deprecated in the future promise rejections that are not handled will terminate the node process with a non-zero exit code. Þá mun forritið okkar bara krassa og hætta. Það mjög slæmt ef við erum eitthvað forrit sem að keyra einhver vef og þetta gerist á miðri nótt þegar við erum sofandi og allir fara að panika, hvað gerist? Og þá kemur upp hvað gerist þegar, hvernig við að díla við það síðan. En ok, þannig að þá erum við með þessar fjórar leiðir til þess að skrifa kóða og ég gerir dæmi í fyrra sem ég ætla að endurtaka núna og gera hans betur sem svolítið skemmtileg sem að þá sjáum við munin á þessu öllu saman og það sem ég ætla að gera að búa til hérna md2html sync URLs og copy ok, þannig ég ætla núna að vera ég hérna með möppu af markdown skrám sem eru fyrirlestundir sem ég með og markdown þannig að það að mappa það yfir í HTML. Þannig nú ætla ég að skrifa forrit sem tekur möppu af markdown skjölum, finnur öll markdown skjölin, breytir þeim yfir í HTML og vistar þau hérna í HTML möppunni. Ok, og ég þarf til þess, þarf ég að geta lesið úr fælsysteminu, en ég þarf fs, einhver köll. Ég þarf síðan eitthvað sem að breytir markdown yfir í HTML og til þess ætla ég að nota hérna marked pakkan, markdown parser and compiler, built for speed. Og við fyrir nánar yfir í hérna hvernig við búum síðan til þess að pakka í næsta tíma, nei, hérna búum til svona project. Þannig að ég ætla að byrja hérna inn í md2html, þá ætla ég að byrja hérna, ég ætla að segja npm init yes, sem býr það til package.json fyrir mig hérna og ég ætla að segja npm install save marked sem sækir þennan pakka á npm, setur hann upp í projektinu mínu og ég get núna gert require marked eins og ég get gert require path eða require fs eða eitthvað svona. Þannig að núna hef ég þennan pakka og ef við finnum eitthvað hérna eitthvað dæmi, documentation. Akkur get ég ekki bara verið með documentation okkar beint í GitHub einhver. Usage, renderer, parser, marked hérna, ok. Const marked, require marked. Þannig að við getum gert hérna og við getum farið inn í þetta hérna skjal og svona og við erum hérna með þetta md2html sync node md2 svona ok, þetta keyrir hérna þetta tokenæsaði og byrti okkur þetta, nú vil ég bara fá actual þetta það sem að lætur fólk ekki nota pakkan einhver að vera bara ekki með mest basic use caseið og ég man ekki hvað það heitir markdown my marked require ok, það bara ekkert flóknara en bara console log marked md svona ok, þannig þetta hérna kastaði markdowninu þessu hérna yfir í HTML. Þannig að látum þessu líka með til hluta að setja þetta inn í valid HTML. En ok, þannig að núna erum við komin hérna með eitthvað sem að getur tekið inn markdown streng og kasta honum yfir í HTML streng. En þá erum við með hérna möppu sem heitir md sem inniheldur 2 markdown skjöl, fyrstu 2 fyrirlestunum frá því áðan og HTML möppu sem tóm
við ætlum að vera með hérna, niðurstöðunar úr því að keyra þetta. Þannig að þá getum við sagt hérna, við þurfum fs require fs og við þurfum hérna, fs read dir files fs read dir sjá við segja hérna búið til function sem heitir read og hún fyrir hérna í filesystem read dir þannig að þá tekur það inn path og callback þannig að ég ætla að segja að pathið hérna þá md og callbackið r data eitthvað console log r if r console error svona console log data og köllum síðan hérna í read og fjarlægjum þetta og keyrum hérna þannig að þá sjáum við lesum hérna upp úr md möppunni ef við förum inn í hérna þá þetta það skrár sem eru hérna inni þannig að þá ég komin hérna með fylki af skrám sem ég vil lesa úr þannig að þá þarf ég að gera eitthvað við það og ég ætla að segja þá data for each file þannig að þá fyrir hvora skrána sem ég fæ file name reyndar þá ætla ég að segja fs read file path join þá þurfum við að sækja hérna path hvað gerir hérna? Shit, þú veist að taka path leyfir okkur að vinna með patha í hérna stýrikjörun okkar þannig að núna ég þarf að fá þetta hérna og eitthvað file name og ég þarf að konkatta því saman þannig að þá getum við farið hérna og kíkt á path og það join þannig að það tekur við einhverja join af einhverjum pathum og skilur okkur miðað við stýrikerfi sem við erum í réttu pathi þannig að það að blanda saman hérna md og file name þá það komið skjalið sem við ætlum að lesa og svo aftur callbackið okkar og þegar það komið þá ætlum við að segja console log read þetta console log sem þetta svona contents data svona, svo keyrum við þetta nei, setjum svona þá fáum við hérna contents read kynning read node.js md þetta buffer þegar við erum kallað mikið í gegnum filesystem en þá segja hérna toString utf8 köllum við það þannig að þá fæ ég hérna bara fyrirlesturinn þannig að þetta rétt ok og þá get ég sagt hérna const md marked af data to string utf8 og þá vil ég ekki lengur segja þetta hérna heldur segja console log md md þá fáum við hérna þess að ég búið að kasta þessu yfir í HTML og þá höfum við þá eitthvað gögn sem við viljum síðan skrifa í HTML-möppuna þannig að þá fáum við aftur við ætlum að taka þetta markdown og við ætlum að fá new file name á að vera nafnið á skránni nema við viljum ekki hafa .md við viljum hafa .html þannig að þá þurfum við aftur að fara hérna í path getur hjálpað okkur með það segir base name path base name returns the last portion of a path trailing directory receptors are ignored og svo getum við sagt an optional file extension þannig að ef við gerum path.basename
path.basename filename .md console log filename. Ok, og ef við keyrum þetta núna, þá fáum við þess að án hérna, red md01, nú fáum við hérna Node.js HTML, þannig að þetta verður svona .html, þannig að hérna er að nota template string sem leyfir mér að segja að þetta er breyta og svo er restin hérna er bara strengur sem hann fæ, þannig að ég fæ basenameið .html. Síðan þarf ég að núna skrifa þetta, þannig að þá segja fs write file og það á þá að vera path.join .html new file name contentið sem er md og callbackið sem er þá r data og það sem við viljum þá gera er í raun bara að segja hérna ef að þetta klikkaði þá ætlum við að logga það út svona console log wrote þetta vantar svona og segjum svo hérna md.length, þannig að þá sjáum hversu marga stafi við skrifum length, svona villa já, þetta var ekki að reyna svona afturvilla, unspretti token 22 sjá, hérna aðeins að fá meira pláss, sjá hvað er í gangi þetta er að enda prematurely hérna, já, þetta þykir já, svo fáum við núna náttúrulega skrifa svona í flýti, þannig að við fáum að fá svona villur fyrir þetta hérna, við erum að skrifa aftur, við erum að gera þetta hérna aftur og aftur og aftur en setjum okkur við það og keyrum þetta núna, þá sjáum við hérna road HTML 01 Node.js HTML 15.787 byte og 700 hérna, þannig að ég get nú sagt open HTML 01 svona, þá opnast þetta í Vavra og ég fæ núna hérna HTML-ið úr þessu markdowni. Þannig að þannig er ég búinn að búa til forrit sem tekur inn markdown og skrifar þetta. Nú geti ég farið að búa til eitthvað svona utan þetta sem myndi vera með eitthvað, þú veist, CSS og eitthvað og ég væri búinn að útfæra eitthvað svona fyrir þetta eins og ég er með. En, ok, þannig að núna auðvitað erum við að renna út af tíma, eða ég, ekki þið eru bara hérna. Þannig að núna ef að við kopjum þetta og pastum og refactorum þetta yfir í promises þá þurfum við að taka hérna búa til þessar með promisify þessar async aðgerðir og þurfum við að sækja okkur const util require util svona þá erum við kannski að nota þetta þá getum við byrjað hérna að segja ok, núna ætlum við að segja hérna reader async af þessu hérna þannig að það verður hérna then og það verður þá svona, við fáum data og þá tökum við data sem er hér og þá ætlum við aftur að ídra yfir það for each file name hérna svona, þá ætlum við að ídra yfir það og það sem við gerum þá er í raun að við förum yfir þetta og við ætlum að segja return promise all
Nei, gerum þetta öðruvísi. Gerum hérna const promises, verður þetta hérna og við ætlum að gera svo return promise all promises. Og það sem þetta ætlum þá að gera er eins og fyrir hverju eina af þessum hérna skrám þá ætlum við að segja return read file async af þessari skrá. Þannig að þetta skilar promise, þannig að þetta hérna, við ætlum ekki að hafa for each, við ætlum að hafa map, þannig að við erum að breyta fylki af skráarnöfnum yfir í fylki af promisum sem við ætlum svona að bíða eftir. Þegar þeir eru öll resolvuð, þá ætlum við að halda áfram með forritið okkar og þá getum við sagt síðan hérna then contents svona og þá þurfum við að segja hérna, við þurfum að taka markdownið svona, hendum þessu hérna svona þannig að þá þurfum við að segja contents hérna er bara data eða það er contents, segjum það sjá hvernig við að leysa eitthvað úr þessu hérna. Það sem við lendum í núna er að okkur vantar að fá filenameið fyrir skjalið sem við erum að vinna með. Þannig að það sem við getum gert hérna er í staðinn fyrir að segja þetta hérna, þá ætlum við að segja bara return filename data nei ok sjá þetta með eitthvað í hug hérna. Það sem við erum þá komið með hérna er þá, ef við logum út console log content og við keyrum núna hérna, promises og villu í línu 29 okkur vantar að loka þessu hérna, svona þá fáum við hérna fylki af buffers svo fáum við data is not defined þegar við erum að segja það hérna þannig að það sem við getum gert þetta í staðinn fyrir að skila þessu svona já, ég er að nota þetta tíma áttur ég ætla ekki að fara að eyða tími í þetta heldur klára ég bara dæmið og setja með documentationi inn á vefinn svo þið sjáu þá hvernig við getum hérna farið frá því að skrifa þetta svona þar sem að kóðun okkar er hægt og rólega að fara alltaf lengra og lengra til hægri og þetta verður svolítið svona svipulheitt yfir í það að hann verði svipar þessu nema ekki svona langt dreginn til hægri heldur hérna með async await bara línulegur niður á við og fín og sætur. En segjum þetta gott í dag og sjáumst í næstu viku.